Brekkukotsannál, 40. kapítuli. Einn Eyrir. Haustinu hafði rétt andað hingað í gærkvöldi, en í dag hafði því andað frá aftur. Það glitraði á regndropana í grasbrúskonum milli hlaðsteinanna og bjart sína síðsumarfífla og fiskhreistrið í svaðinu og sló rauðum blæ á ræmfangið í sólskininu. Það var á þessum morgni sem eftirlitsmaðurinn okkar ók á undan sér handvagni neðan af Eyri og var Jónas kallinn Pólítí í för með honum. Þeir stefndu upp í kirkjugarð. Á handvagninum lá aflangur hlutur í mannsstærð og breitt yfir segl. Þennan hlut lögðu þeir á fleka sem látin var þvers yfir bekkina í líkhúsinu. En þeir drógu ekki seglið ofan af. Eftirlitsmaðurinn hafði ekki komið heim nóttina, en nú kom hann heim ásamt förnaut sínum að fá morgunkaffi. Afi minn situr í hjalldyrum að bæta net sín og býður þeim félögum góðan daginn. Reykinn hjá henni ömmu minni lagði beint upp í loftið á þessum lygna heiða síðsumarmorgni eilífðarinnar. Ég spurði ekki hvað hefði gerst, né hvernig það hefði gerst. Mér langaði ekki til að vita það. En ég heyrði að ýmsir hallmæltu eftirlitsmanninum okkar fyrir hans hlut að þessu máli. Mörgum árum seinna var mér lofað að rýna í gamla lögreglubækur og rakst var á skýrslu stutta yfirheyrslu sem fram hafði farið yfir eftirlitsmanninum okkar einmitt þennan dag. Þar ber hann að í klefa sinn á Eyrinni, eins og Hafnarbakkinn var ævinlega nefndur í þá daga, hafi komið gestur að vitja sín nær miðnætti í gærkvöldi. Fóvitinn spyr hvað gesti hafi verið á höndum. Og svo sem ekki neitt, sagði eftirlitsmaðurinn. Hann bað bara að fá að deyja inni hjá mér. Og hverju svöruðu þér, spyr fóvitinn. Ég sagði, gerðu svo vel, vinur, svarar sá sem yfirheyrður var. Fóvitinn. Og síðan? Sá sem verið að yfirheyra, svarar svo. Hann tók upp úr vasa sínum lítið hylki og bað mig að ganga út. Ég skal ekki endursegja fleira úr þessari lögregludagbók. Eftir að líkið hafði verið kistulagt var það látið standa uppi hjá henni Kristínu sálugu mömmu hans. En þar sem ég hafði verið honum handgenginn dagana sem hann dvaldist hér, þá axlaðist það svo til að ég var viðstaddur þegar farteski hans var lokið upp á hótelinu og tæmdir vasar á fötum hans. Í ferðakistunum, þokkalegum nýlegum hirslum, voru tígulsteinar vafðir í hálm og annað ekki. Í vösum hans voru eftir fáeinu danskir peningaseðlar, 5 og 10 krónur, aðeins innan við 100 krónur alls og margir bréf, sneplar útskrifaðir með háum tölum, mestanpart algengir talnaleikir sem eru í því fólgnir að mynda skringilegar og óvæntar niðurstöður.
Lík Garðars, söngvara Hólms, sá ég ekki, en ég söng moldum hans. Og það var ég sem fór eftir henni Kristínu móður hans og leiddi hana í jarðarförinni. Það var jarðað frá líkhúsinu, kirkjugarðinum, en ekki frá dómkirkjunni. Við nákomnustu vandamenn hans sátum á fremsta bekka. Hann Björn í Brekkukoti, hún amma mín, og hún Kristín, og ég. Séra Jóhann hélt líkræðuna. Hann var þessar mundir feikna gamall. Ég má segja að hann var þá talinn einhver elstur þjónandi prestur á Íslandi. Enda var honum metið það til elliglapa að hann gleymdi að geta þessi líkræðu sinni hvern hann væri að jarða. Hann talaði þá menn sem ekki hafa neitt andlit, þá menn sem lausnarinn elskar yfir aðra menn fram. Myndan kannski svipinn að hann væri að jarða hér einn af þeim? Oft var það svo að ég vissi ekki glöggt hvað séra Jóhann hugsaði. Ég vissi ekki heldur hvað hún Kristín sálu í Hringjarabænum hugsaði. Og ég vissi ekki hvernig hann afi og hún amma hugsuðu. Hvað sjálfur mér viðveik hef ég sjaldan verið jafn samferður það að sá maður sem verið var að jarða væri ekki í kistunni. Ó, blessuð stund burtu þokan líður. Síðan var kistan borin út í garðinn, koparklukkunni var hringt, mér var gefið merki að stíga fram að gröfinni og syngja. Í dag var eitt af þessum hvítu haustsólskinnum með örlítilli gólu. Ég vona að gólan hafi borið söng minn til einhvers lítils drengs sem satt í kálgarði innan rænfang og njóla einhvers staðar í nágrenninu og leit á dauðan eins og hverja aðra saklausa skemmtun. Þegar farið var að moka ofan í, staulaðist séra Jóhann til okkar og heilsaði okkur. Fyrst honum Birni, síðan þeim frænkunum, seinast mér. Hann heilsaði okkur öllum með nafni, mér líka. Já, myndi nákvæmlega hvað við hétum. Og það þótti mér merkilegast að hann skildi þekkja mig enn, svona gamall eins og hann var orðinn og ég breyttur. Ég hélt kannski að það væri af því hvað ég hét skrýtnu nafni, en svo var ekki. Hann sagðist eiga við mig erindi. Ég skulda þér alltaf dálítið peningum, Álfgrímur minn, og ég farinn að skammast mín þó nokkuð við það, sagði hann. Ætliður misminn ekki, séra Jóhann, sagði ég. Nei, sagði séra Jóhann og fór hann í vasa sinn innan undir hempunni. Ég man alltaf ef ég skulda eitthvað. Ég man svo glöggt að ég bað þig að raula fyrir mig yfir manni hér árið. Ég lofaði þér 30 aurum fyrir sönginn. En buddanni var orðin svo gömul. Ég held hún að hafi verið farin að leka. Nema hvernig sem á því stóð þá fæ ég ekki nema 29 aura. En nú hefur hún, dóttir mín í Kaupmannahöfn, sent mér nýja buddu. Hann dró þessa fallegu nýju buddu framundan hempunni sinni og fór að bera sig að opna á henni lásinn með bláum dofnum fingrunum. Og til þess að þegja ekki alveg á meðan að var að starfa þetta, það segir hann: Ég hef aldrei verið lagður fyrir söng, en sá dagur hefur heldur ekki komið að ég hef ekki vitað að einn tónn er til og hann er hreinn. Að lokum tókst séra Jóhanni að opna nýju budduna sína og hann fann þar
þennan eyri sem hann skuldaði mér síðan árið og fékk mér hann. Það er gott og fallegt að syngja, sagði hann leið og hann fékk mér peningin. Engum ef maður ætlar sér ekki hana en syngja yfir moldum þeirra manna sem hafðu ekki andlit. Það var alveg áreiðanlega þann sama dag undir kvöld að mér verður litið til og sé hvað hann afi minn kemur neðan úr bæ og er með hattinn sem bundinn undir kverk eins og hann hafi verið út í roki. Ég var ekkert að velta fyrir mér erindum afa míns niður á Blás því nóg var samt. Nema kvöldið, þegar ég ætlaði að rangla eitthvað út, mér til afþreyingar, þá tekur hún, amma mín, mig tali fram í bæjardyrum og snýr mér við inn í eldhús. Kannski þú viljir þiggja af mér sykurkörtu eins og stundum þegar þú varst minni, Grímur minn, segir hún. Síðan réttir hún mér væna hellu af svörtum steinsykri. Heyrðu, amma mín, sagði ég, heldur að það sé ekki einhver annar Grímur sem þú varst að hugsa því ég man ekki betur en þú segðir við mig þegar ég var lítill að sykur væri vondur fyrir tennurnar. Nei, það er allt sami Grímurinn, sagði hún. Þó hitt sé satt, sykur er óhollur fyrir tennurnar nema rétt á hátíðum. En sem betur fer hafi ekki verið margar hátíðir í þessu húsi. Segirðu sem betur fer, amma mín, sagði ég. Sígandi lukka er best, sagði hún. Þetta er alveg framúrskarandi sykur, amma, sagði ég. Heyrðu, Grímur minn, sagði hún þá. Var það misminni mitt eða dreymdi mig það að þú hefðir blað undir höndum frá honum Guðmundsen hérna stórkaupmanni? Það er rétt, sagði ég. Búðin vill kosta mig til náms í útlöndum í 5 ár. Já, það kalla ég rart, sagði hún. Reyndar hef ég alltaf heyrt að þetta veri bestu menn. En ég er nú samt hrædd Grímur minn, að honum afa þínum líki ekki alls kost að þú sért með þetta blað. Eitthvað verð ég að taka mér fyrir hendur, sagði ég, því afi vill ekki að ég stundi grásleppu. Hún svaraði. Ég fékk því einu sinni ráðið að Grímsnafninu var skeytt við nafnið þitt. Það kynna vera að mér hafi bæði þá og stundum síðar verið í hug að einhver sem héti Grímur mætti vel nefna nafni mitt ef honum lagi á. Fremur en nafni þeirra í Guðmundsens búð. Ég skal með glöðu geði fleygja bréfinu því í eldinn og læra til press, sagði ég. Kannski kemst ég einhvern tíma svo langt að heyra þennan hreina tón sem hann séra Jóhann heyrir. Ég var komin með blaðið á loft og var að hugsa að láta það í eldinn hjá henni ömmu minni. Þú ætti nú ekki að láta það í eldinn, sagði hún þá. Það veri ekki kurteislegt. Þú skalt heldur fá þeim það aftur í búðinu og segja að þú þurfir ekki á því að halda. Hann afiðinn vill að þú lærir fyrir sitt fé það sem þú lærir. Ég vissi ekki að hann afi minn ætti fé, sagði ég. Brekkukotsparturinn hefur verið í eigu hans Björns hérna og þess fólks frá ómuna tíð. En nú er hann að selja í dag, sagði hún. Við erum ekki menn fyrir þessu lengur. Samt erum við að hugsa að lafa hérna í vetur, með vorinu ætlum við að flytja í kjallara inn á Laugavegi. En það fer nú vonandi að styttast fyrir okkur. Hann afiðinn vill þú siglir
með næsta skipi og lærir það sem hugurðin stendur til. 41. kapítuli. Sögulok. Sinn hafði ekki heyrst í klukkunni okkar, frekar hún væri ekki til. En þessa seinustu daga var hljótt í stofunni og þá heyrði ég að hún tifaði enn. Hún lét sér ekki fyrirpast. Hægt og hægt runnu sekúndurnar áfram í sigurverkinu hans afa míns og sögðu eins og forðum, eilífð, eilífð. Og ef nógu grannt var hlustað kom eins og söngtónn í ganghljóðið og silfurbjallan skæra sló. Mikið var gott að heyra aftur tóninn í þessari klukku þar sem bjó merkilegt kvikindi og hafa fengið að gista hér í Brekkukoti. Í þessu litla moldarhúsi sem var rök annarra húsa á jörðinni. Í því húsi sem léði öðrum húsum tilgang. Seg þú, Kristjáni Danakonungi, frá mér, sagði kapteinn Haagensen, að ég viti vel hvað sá maður á sem til kvaddur af öðrum löndum að gerast höfðingi með Dönum. Þeir sóttu mig, fátækan, kotbónda og ómaga mann við Breiðafjörð og settu mig yfir herskipin. Eins sóttu þeir hann sem var fátækur kotbóndi og ómaga maður suður í Þýskalandi og settu hann yfir allt land í Danmörku. Og hann kunni auðvitað ekki orð í málið þeirra fremur en ég. Svona setja þeir vesæla útlendinga á hæstu staði hjá sér til að geta komið sínu fram. Seg þú honum að ég átelji ekki hans majestét, þó Danir hafi unnið eitt mesta glabræði í veraldarsögunni. En það var þegar þeir leyfðu Guðmundsen, auk englendinga, færeyinga og annarra slíkra þjóðflokka að fara með dragnót og botnvörpu hér í aðalbugtum landsins eins og í Faxaflóa og Breiðafirði, skafa þar botnin og uppræta sérhvert kvikindi sem lífsanda dregur stórt og smátt. Þar með eru auðvitað slíkir menn eins og hann Björn hér í Brekkukoti búnir að vera. Seg þú majestetin að ég hafi ekki látið steini óvelt nokkurn nýjársdag síðan ég kom hingað suður til að bera fram andmæli mín gegn slíku og þvílíku athæfi fyrir hans æðstu konunglegum þénurum, hérlendis, landshöfðingjum, biskupum og konungsráðherrum. Og það er það. Ég færði henni Kristínu í Hringjarabænum mjólsabannanum í síðasta sinn. Hún sat á hornstólnum sínum, alveg blind og langt til heyrnarlaus, með þetta hreina fagra yfirbragð og sólin skein framan í hana. Hvernig líður sér í dag, Kristín mín, sagði ég. Og ég hef lifað marga fallega daga hér í kirkjugarðinum okkar, í sólskínu og vestangólu eins og núna, sagði konan. Þegar ég var að fara, sagði hún, ég átti svolítið smáband frá því fyrr á árum og síðan ég frétti þú værir að fara þá hef ég verið að keppast við að prjóna úr því. Ég hef prjónað hérna tvenna litla sokka sem ég ætla að biðja þig að hafa í farangliðinn fyrir mig. Ég ætla að biðja þig þegar þú ert komin út yfir pollinn að leita uppi fyrir mig fátæka konu sem heitir frú Hansen á Jótlandi. Segðu konunni að þessa sokka hef ég unnið sjálf og réttu henni þá frá mér handa drengnum og telpunni með kveðju minni. Gef mér sjá pokaninn, dengur minn, sagði afi. Nógar ætti að vera á mér herðarnar. Við gengum út krosshliðið í Brekkukoti þar sem skilur tvo heima. Amma mín á eftir. Við vorum á leið til skips. Farið var að rökkva
Það rýndi á haustfallt grasið. Báturinn sem ferjaði milli skips og lands var rétt ókominn þegar við komum niður á bryggju. Ég hafði lofað að kveðja eftirlitsmannin. Það þurfti ekki lengi að leita hans, hann sat í litla klefanum sínum sem var áfastur við skúran á eyrinni, þaðan sem lagði stöðugan þef af karbóli og sápum. Hann sat í skómakrastól við borðkríli og var að binda busta. Þegar annar maður var kominn inn í klefan til hans í viðbót, þá var ekki meira gólfrými. Í stofnun hans allri, Eyrarkamránum svo nefndum, var hvergi lófast og spýta öðruvísi en hvítþvegin. Ég held kannski að í þann tíð hafi ekki verið til fáaðri hreinlætisstofnun á norðurhveli jarðar. Við kölluðum hann aldrei annað en eftirlitsmannin og þegar ég var lítill þá hélt ég hann væri einhvers konar eftirlitsmaður yfir bænum eða jafnvel við landinu. Nú þegar aldur færist yfir mig og ég fer að hugsa ýmsar frægar stofnanir sem ég hef séð og þeirra forstjóra, þá finnst mér að þar hafi farið sá maður sem átt hefði að vera eftirlitsmaður yfir heiminum. Jæja, sagði hann og stóð upp og leit á mig þessu vínhlýja, kvika, gamansama augnaráði. Svo þá komið að þér, vinur, að fara í siglingu og kaupa mér svolítið af smáfuglafóðri eins og þeir nota í útlöndum. Ég vissi ekki að þú ælir fugla hérna, sagði ég. Og ég geri það nú ekki heldur, sagði hann, en reyni hvað ég get að hafa glaðning handa músinni sem stundum kemur að finna mig þegar hart er. Síðan fékk hann mér fáeinar krónur í smápenningum í þessu skyni. Þá sló ég upp á gamni og sagði, bara ég kaupi mér nú ekki brennivín fyrir þetta þegar ég komið í Kaupmannahafnar. Það gerir ekkert til, sagði hann, því ræður þú. Og nú árna ég þér fararheilla. Ég þakka þér kærlega fyrir, sagði ég. Já, meðan ég man, það er ekki seinna vænna, sagði hann. Kannski manstu svo langt að ég tók einu sinni frá þér gullpenning. Æ, eins og ég sé ekki löngu búin að gleyma því, sagði ég. Hérna er gullpenningurinn, sagði eftirlitsmaðurinn, og vegnið þér vel. Vegnið þér eftir verðskuldan allra sem ætla sér eitthvað. Langt eða skammt, mér er sama. Bara þeir séu ráðnir í því að vinna ekki öðrum tjón. Og ef þið skildi einhvern tíma vanda smápenninga þá skrifaðu mér til því ég fer nú að verða í vandræðum að losna við mánaðarkaupi mitt. Afi minn lauk upp og gægðist inn til að segja mér að báturinn sem ætti að flytja mig á skipsfjöl væri að koma. Ég hvarf til hennar ömmu minnar þar sem hún stóð á sjávarbakkanum í síðpilsinu sínu með svarta sjalið yfir höfði og herðum. Ég hafði aldrei faðmað þessa konu fyrr því faðmlög voru ekki tíðkuð hjá okkur. Ég varð undrandi hvað hún var grönn og létt og datt í hug hvort beinin í henni væri ekki hol innan eins og fuglapípur. Hún var eins og visið lauf í fangi mér þetta eina stutta brot úr andartaki sem ég lukti hana örmum. Guð veri með þér, Grímur minn, sagði konan og bætti við eftir andartak. Og ef þú skildir einhver staðar í heiminum hitta fyrir þér kellingar skar eins og mig, þá bið ég að heilsinni. Afi minn Björn í Brekkukoti minntist heldur þurrlega til mín og sagði þessi orð. Ekki kann ég þér heilt að ráða úr því sem komið er drengur minn. En kannski gæti ég sendt þér band af ryklingi með miðsvetrarskipinu. Hvað sem seinna verður. Og farðu sæll. Þegar báturinn var komin nokkur áratog frá landi, stóðu þau enn í sjávarmálinu og horfðu á eftir drengnum sem ókunnug kona hafði fengið þeim í hendun maðkinn.
Þau héldust í hendur og aðrir menn viku fyrir þeim og ég sá öngvan nema þau. Eða voru þau kannski svo sérkennileg að annað fólk leystist í sundur í kringum þau, var það þoku og hvarf. Þegar ég var komin með pokann minn upp á þyljur póstskipsins Norðstjörnunnar sá ég á eftir þeim hvar þau leiddust heim á leið í átt til Krosshlíðsins okkar heim í Brekkukot, bæinn okkar sem átti að jafna við jörðu á morgun. Þau héldu hvort í annars hönd eins og börn. Halldór Laxness.